Já, þá allt að vera klárt hér í K-milinu. Verið velkomin í K-TV, góðir áhorfendur. Hér komið að næstu blakveislu í K-milinu. K Þróttur Fjarðabyggð í úrvalsdeild kvenna í blaki. Þetta verður áhugaverður leikur, landsbyggðarslagur. Kallarnir mættust á föstudaginn í algjörlega mögnuðu leik, endaði í Oddahreinu sem K vann með minnsta mun 15-13 og verður spennandi að sjá hvort við fáum eitthvað svipað hér í dag. Byrjum á að kíkja á lið gestana. Það nummer 3 María Jiménez Gallego og nummer 7 svo Amelia Rún Jónsdóttir. Númer 9 Erla Marín Guðmundsdóttir. Númer 10 Paula Ruiz Soria. Númer 13 Paula Miguel de Blas. 14 svo Heiðbrá Björgvinsdóttir, hún mætt aftur austur eftir að hafa spilað með K síðustu 3 árin. Númer 15 svo Helena Kristjánsdóttir. 16 Lena Marín Guðmundsdóttir. Númer 17 Annabel Colina Sainz de la Maza og 18 Hrefna Ágústa Marinósdóttir. 20 Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir og þjálfari svo að sjálfsögðu Miguel Ángel Ramos Melero. Það leikur alltaf með kallaliðinu og þjálfar kvennalið. Þá komið að liði K. Númer 1 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, mætt aftur, hún misti af leiknum gegn Aftureldingu á dögunum. Magnað að fá hún aftur inn á miðjunni hjá okkur. Númer 2 Nera Mateljan. Númer 3 svo Helena Kristín Gunnarsdóttir. Númer 4 Auður Pétursdóttir. Númer 6 Gíja Guðnadóttir. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir. Númer 8 Lilja Kristín Ágústsdóttir. Númer 9 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir. Númer 10 Lóvísa Rut Aðalsteinsdóttir. Og 11 Amelia Ír Sigurðardóttir. 12 Rakel Hólmgeirsdóttir. 13 Valdís Kapitúla Þorvaradóttir. 16 Annika Snædís Gautadóttir. 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir. Og þjálfari K Miguel Mateo Castrillo. Já, eins og K ætlar að koma sér aftur á sigurbrautina eftir að hafa tapað toppslag gegn Aftureldingu Mosó á dögunum. Það var fyrsta tap K í ansi langa tíma. Stelpurnar hafði unnið 20 leiki í röð og magna í þessum magnaða rönni sem stelpurnar tóku. Þá eru þær Íslandsmeistarar, deildarmeistarar, bikarmeistarar og meistarar-meistarana og í þessum 20 leikjum unnu þær eðlilega 60 hrinnur og töpuðu aðeins 7. Þetta ótrúleg sigurgangi á stelpunum og alveg ljóst að þær eru staðráðin í að koma sér aftur á beinibrautina. En já, sjáum að Gíja Guðnadóttir í byrjunarliðinu á K. Gíja verið að koma tilbaka eftir meiðsli og hrikalega gaman að sjá hana í byrjunarliðinu. Alla koma til magnaður fyrirliðin okkar Gíja. Það alltaf ansið margar í okkar liði sem að hafa tengingu við Þrótt Fjarðabyggð og skemmtilegur landsbyggðar slagur framundan og veislan að fara á stað. Valdís Kapitúla komin inn í líberóstöðuna á K. Þá allt að verða klárt. Bjóst allt eins við því að Valdís myndi vilja spila miðju í dag eftir að Birkir Freyr spilaði miðju hjá K kallaliðinu á föstudaginn og stóð sig með prýði. En Valdís heldur áfram í líberóstöðunni, þetta einhver allra besti líberó landsins. Valinn besti leikmaður bikarúrslitalegsins magnaða þegar K vann Aftureldingu í Oddahreinu. Það held ég bara fyrsta skipti sem ég man eftir að hafa séð líberó valinn mann leiksins og segir ýmislegt hennar frammistöðu í þeim leik. En nóg það að koma að þessu. Það eru gestinni sem byrja, það Amelia Rún Jónsdóttir sem að byrja þetta fyrir gestina, fyrirliðin þeirra og hér kemur boltinn frá henni, þetta byrjað og setur hann í netið og K fær því fyrsta stigið.
Já. Þá fær Jóna Margrét Arnarsdóttir að spreyta sig. Jóna, einhver allra besti uppgjafari landsins. Rosalega gjörn á að sækja Ása og spurning hvað hún gerir hér í fyrstu uppgjöf sinni í dag. Hér kemur Jóna, fastu bolti og hann inni, hann alveg út í horni og fyrsti ásinn strax. Frábærlega gert hjá Jónu og hún heldur áfram að raða inn ásunum. Og 2-0 fyrir KA hér í byrjun. Jóna aftur, fastur bolti og aftur hún að sækja ás. Frábærlega gert hjá Jónu. Og staðan því orðin 3-0 fyrir KA og við erum ennþá eftir að bíða eftir því að bolti fari í leik. Þetta áhugaverð byrjun, aftur kemur Jóna. Fastur bolti og já, það náð að berga þessu, komum við yfir. Heiðland tekur á móti, Jóna upp á Neru, Nera með flotta bolta, Heiðbrá með fína vörn hérna. Senda boltan aftur yfir, KA-lið að þjarma vel að gestunum, kemur hrattur og Gíja á miðunni og Gíja blokkuð út og Gíja sækir í stíðið, 4-0 KA. KA-lið að byrja leikinn á gríðarlegum krafti og Þróttur hefur verið í basli en staðan alltaf svo sem bara 4-0. Það nóg eftir af fyrstur hinn á hvað þá leiknum. Sjáum hvað Jóna gerir nú. Fastu bolti út. Já, þessi var tölvöld út og eðlilega lítið að hann fara. 4-1, gestin komður á blað. Og þá það María Jiménez sem að fer í uppgjafstöðu fyrir Þróttara. Fýtt bolti, Valdís með frábæra móttöku, boltinn svo upp á Neru, Nera blokkuð og út. Ekkert net þarna, það var bara einfallega bolti að háa út og Nera Mateljan komin á blað, fyrsta stig á Neru. Og KA aftur 4 stig, 5-1 núna. Þá hún Heiða komin í uppgjafstöðuna. Já, það væntanlega eitthvað smá brasi því að Heiða númer 17 núna í en samkvæmt skýrslunni fyrir leik við varum sett sem númer 9 þannig að það eitthvað að laga þetta í kerfinu. Þannig að þarna fáið tækifæri til að hlusta meira á mig á þess að sjá blak sem á blekka sem að alla dreymir En já, þær voru í eldlínunni með U19 á dögunum, þar Jóna Margrét Arnarsdóttir og Amelía Ýr Sigurðardóttir. Jóna endanum valinn besti leikmaður Íslands á mótinu sem Ísland endaði í 5. sæti á Nefsa í Finnlandi. Virkilega vel gert. Ég veit ekki alveg hversu margar voru úr liði Þróttar. Ég veit allavega að Heiðbrá var þarna. En virkilega gaman að sjá úlingalandsliðin okkar farin aftur á fullt og að ná flottum árangri á Nefsa mótunum. Við bíðum ennþá eftir að sjá hvað þetta ná ekki að leysa úr þessu. Heiða númer 17 en ekki 9 eins og var skráð fyrir leik. Já, það er komið í lag. Og meira þess að komið í lag í KA-TV líka, en þá Heiða orðin 17 núna hjá okkur. Það að segja númer 17, hún löngu orðin 17. Og allt klárt. Áfram Gakk, vonandi að þetta stopp hefði ekki haft áhrif á Heiðu. Nei, flottu bolti frá henni. Og smá brasa á móttökunni, sitt hann yfir, nei. Heiðbrá setur hann í netið. Og KA komið 6-1. Já, það vantar smá trú á gestunum. Það leiðu að ná aðeins betri móttöku, þá geta þið farið að
sækja einhverju ráði, en áfram höldum við að þjarma að þeim. Kemur Heiðbrá með bolta, fínn bolti, Heiða með fína vörn og boltinn tilbaka á Neru, Nera, blokku, boltinn. Það er í brasið, það er að bjarga þessu, vel gert hjá Þrótti. Og Jóna upp á Helenu, Helena blokkuð en boltinn enga sér inni líka. Og 7-1 byrjun KA-liðsins, þetta er ótrúlega að sjá. Kannski ekkert voðalega spennandi að mæta KA eftir að þeir töpuðu þarna þessu leik móti Aftureldingu í vikunni. Sér það að stelpurnar eru gríðarlega einbeittar, ætla sig greinilega að koma sér beint aftur á sigurbrautina. Og leið ég segi það, kemur Heiða með boltan út. En það gerist á Besturbæjum. Og Þróttur komið þá með 2 stig bæði eftir uppgjafarmistu KA. Býr töluvert í liðið Þróttafjarðarbyggðar. En það þurfa að ná aðeins að stilla sig saman. Og erfið bolti fyrir Helenu, Helena. Já, það fer í röngum með antennu, sýnist mér. Já, þetta var krefandi bolti. Helena er ekki alveg að stýra hún réttu megin. Og Þróttur er komið 2 stig í röð, 7-3. Heiðbrá áfram í uppgjöfinni. Hún getur sótt í uppgjöfunum. Já, fastur bolti og þessi er úti. Vá, þessi var fastur og ekki var hann langt úti. Og ég ætla bara að segja að hreint út KA sleppur með skrekkin eiginlega. Þessi pompaði niður en bara örlítið og seint. Og þá er Gíja Guðnadóttir komin inn í uppgjöfuna hjá KA. Ingi líbyró á meðan Gíja er uppgjöfunni. Flott móttaka og kemur Einar hérna á miðjunni og hörku bolti frá Pálu Miguel de Blas. Kemur konar blánuna, fyrsta sóknarstig Þróttar og það er hún Pála Miguel de Blas. Minnkar því 8-4. Það kemur þessi uppgjöf í net frá henni Hrefnu og þá er það 3 uppgjöfnar sem var klikkað hjá gestunum. Það er bara svolítið dýrt, sérstaklega að KA-liðið er í þessum ham. Og Nera með hennar bolta, hann er úti. Ája. Bæði lið að búin að klikka núna 3 uppgjöfum eins og við sjáum hérna 3-3. Og þá er komið að Pálu Miguel de Blas að gefa fyrir Þróttara. Fínn bolti, það er systur í smá vandræðum. Voru ekki alveg búin að tala nógu vel saman þarna, það er Heiða og Helena. Og þetta er því ás hjá Pálu. Það er, já, fyrsti ásinn hjá Þrótturi. Og kemur Pála aftur. Þetta er eins og vel gert hjá Valdísi. Og Lovísa með hennar bolta, hann er ekki hitt hann alveg nægilega vel. Og því er sensin gestana núna. Og þessi bolti skoppar af netinu út. Línur vildi meina þetta hefði verið, nei, ok. Skoppar af hárhorninni, hann skoppa annarkot af hárhorninni eða netinu og þetta skiptið að hlusta á línuvörðin. En það líklegast í betri stöðu til að sjá þetta. Og Þróttur Fjarðabyggð er að koma tilbaka, 9-7. Pála Miguel de Blas með hennar bolta og já, vel getur Heiðu boltinn hér tilbaka á hana í afturlínunni. Fín boltinn, fín varnarleikur. Og já, sjáu þið Valdísi gerir virkilega vel í að taka hennar bolta og fín hávar boltinn enn í leik. Og hvað gerist hér? Sittar bara örgan yfir, þá er sensin á KA. Jóna upp á Helenu, Helena er að skora. Treður honum fram hjá hárhorninni og Heiðbrána er ekki að bregðast við. Og Helena nær að höggva á hnútinn sem var komin annað stíð hjá Helenu í leiknum. Og fer svo í uppgjöfastuðu í kjölfari, 10-7 KA.
Þetta að verða hörkuleikur núna. Þetta að jafnast út. Mæsir bolti út, ekkert touch og hann bara út. Jæja, Helena hér. Hvað gerir Helena? Á, frábær móttaka og vantaði aðeins på taktin þarna. En þarna var einhver mikil misskilningur og þessi bolti sem að ég hélt að væri auðveldur. Og þá klikkar uppgjöfin. Þetta alveg laust, þú getur bara snúið bara hringnum. Ábúinlega aðeins meira. Svona, líklega. Jæja, þá komið hann í Lovísu Rödd hjá Káa. Kemur hennar bolta. Flottur bolti, frábær móttaka hins vegar og þessi bolti af netinu. Jóna tekur fyrsta bolta, hann Heiða nær ekki alveg nægilega góðum bolta hann í kjölfarið og þá fáum við uppspilið á Helenu og afturlínunni, frábær vörn, gott rally núna og Nera setur hann tilbaka þarna á Heiðu. Jæja, hvað gera gestinni nú? Heiðbrá, svolítið langt frá netinu. Hann gerir vel úr þessu, kemur Heiða með hörku bolta, þær að bjarga þessu frábært rally. Hvar endar þetta núna? Jóna reynir að lauma, þær eru búin að lesa þetta eins og það er ná að blokka. Gía tekur fyrsta bolta, boltinn er á Heiðu, Heiðar lemur hann fram hjá hávörninu og klárar þetta virkilega vel gert hjá báðum liðum. Stíð enda Káa megin. Frábært rally hér og bæði lið að sína núna flott að takta. Káa hins vegar aftur komið 5 stigum yfir eftir að Þróttur er að minnka þetta niður í 2. Lovísa áfram í uppgjafstöðunni. Kemur Lovísa hér. Fastur bolti, frábær móttakaði, missar hann hins vegar yfir og Gía lúrir við netið og lemur hann niður. Og þá taka gestirnir leikhlé. Gía Guðrún frábært að sjá Gíu aftur í fullum hasar hér á vellinum. Og eins segi þetta var hörku uppgjöf frá Lovísu og móttakan í rauninni bara mjög fín en rauninni bara ekki alveg nógu heppnar hérna að boltinn laki yfir netið og Gía var ekki lengi að lesa í aðstæður og refsa. 14-8 Káa. Sjáum hérna stigaskor leikmanna. Helena Kristín Gía Guðnadóttir og Jóna Margrét allar með 2 stig hjá Káa. Nera Mateljan og Heiða Elísabet báðar með 1 stig. Hjá gestunum Pála Miguel de Blas með 2, María Jiménez 1 og Amelia Rún Jónsdóttir 1. Það eru öll sóknarstigin, Káa með 8 sóknarstig af 14, Þróttur með 4 sóknarstig af 8. Ef ég fara með hvað voru það 3 fyrstu stigin voru held eftir mistök á Káa, þannig að sjáu það að sóknarleikurinn af Þrótti er að koma sterkur inn eftir aðeins erfiða byrjun. Lovísa Rödd heldur áfram í uppgjöfinni. Kemur hér á strauginu, flastu bolti og smá brasa, menn gera vel úr þessu, koma á endanum yfir. Jóna á Gíu, Gía, hann har laumað til hliðar, verjast því. Og kemur flottur bolti hérna frá henni Amelíu. Amelia Rún Jónsdóttir fyrirliðin, komið 2 stig. Komur að láta vaða þarna. Stundum þarf ekki að hoppa, bara lemja hann rétt og það gerði Amelia þarna. Bæði stíðan eftir smöss, fer svo í uppgjafastöðuna. Þessi bolti er inni, algjörlega út í horn og Amelia er því orðin stigahæst hjá gestunum. Vel gert. Og minnkar þetta í 14-10.
Amelía aftur, hörkubolti en Valdís gerir mjög vilja ná þessi bolta upp. Það var ansi neðarlega en svo kemur bolti frá Neru út. Og Þróttur kom með 3 stig í röð, þetta er fljótt að breytast. Leiklið að virka. 14-11 eftir að staðan var 14-8 áðan. Og Amelía heldur áfram. Jæja, þá fer hún á stað. Hörkubolti fer á netinu, Valdís gerir mjög vilja bregðast við. Og já, svo kemur ótrúlega lúmskubolti frá Gíu. Það var alveg mitt á milli þess að Gíu ætti að taka neða Helenu afturlínu. Og Gíu kemur með þetta magnaða hraða smass þarna á gólfinu. Og skorar 15 stig KA. En býttu nú við. Jú, misti ég að hver var dæmdi hana. Þróttur fekk stig allavega. Þróttur fekk stig, ég misti algjörlega því hvað gerist þarna. En svo skorar Amelía úr ás þarna. Staðan er 13-14, áttu við KA leikli og við getum þá lagað stöðuna hjá okkur. En ég sá ekki hvað var að smassinu hjá Gíu. Það væri gott að hafa einhvern fróðari mann blak hérna með mér. Já, þetta er aldeilis að breytast. Þróttur, Fjarðabyggð. Þær eru núna aðeins stigi undir eftir krefjandi byrjun. Það er heldur betur að svara fyrir sig. Amelía búin að vera pressa okkur hér í uppgjöfunum. Þetta er eins og tiltala þægt fyrir Helenu. Boltin hér upp á Heiðu systurinn og dæmt tvíslag á Jónu. Já. Tvíslag á Jónu og 7. stig Þróttar í röð, 14-14. Leiklið heldur betur að virka hjá Austfirðingum. Og kemur Amelía aftur. Það er að drífa þetta áfram fyrir gestina. Hörkubolti, þessi er eins og rétt út. Valdís beygir sig undan honum og það er hárrétt ákvörðun. Og KA er að halda í frumkvæðið og þá kemur Jóna Margrét Arnarsdóttir. Skoraði Ása úr fyrstu 2 uppgjöfum sínum í dag. Hvað gerur hún hér? Hörkubolti út hins vegar. Já. 15-15. María Jimenez fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Já, Heiða tekur vel á móti, kemur svo Nera Mateljan blokkuð. Nera tekur þess að sjálf við boltanum undir netinu og Heiða með hennar bolta sem að verjast vel. Sensi núna gestamegin, Heiðbrá með bolta í hávörðuna út og Heiðbrá er að koma Þrótti Fjarðabyggð yfir hér í fyrstu hreinu. 16-15. Fyrsta stíð hjá Heiðbrá. Þau verða alveg örugglega fleiri. Já, eftir frábæra byrjun er botnin svolítið dottin úr þessu KA. Þurfa að komast aftur í gírinn. Kemur Heiða með hörkubolta og þessi er óverjandi. Jafnar í 16-16. Já, vel gert. Bæði lið eiga eftir leikli. Sjáum hvað gerist nú. Nú fer hver stig að telja heldur betur. Heiða í uppgjörstöðunni. Flottu bolti, flott vörn og frábær hávörn svo í kjölfarið. Já, sýndi það var hún Helena sem tók þetta. Fekk þetta að klappa á rassinn frá Gíu.
og Káa svarar strax, komið í 17-16. Heiða Elisabeth hér. Aftur flottur bolti og það náðu ekki að berga þessu. Ásjá Heiðu, já. Þriðja stigið hjá Heiðu. Heiða komin núna með 1 ás og 2 stig úr smössum. Hörkubolti og þær eru í vandræðum en frábærlega gert hvernig hann á að bjarga þessu bolta. Komið yfir. Jóna upp á Neru og Nera bombar þessu. Frábært uppspil frá Jónu. Aftur fyrir og það var engin háur gegn Neru og Nera lemur hann í gólfið. Annað stigið hjá Neru Mateljan. Og Káa núna búið að svara með 4 stigum í röð. Frábærar uppgjafir frá Heiðu eru að gera Þrótturunum lífið leitt hérna. En þetta er svo virkilega vel gert, ná að koma sér bolta í leik og koma yfir. Nú kemur Heiða á afturlínunni, boltinn skoppar á netinu en það ná að verðast þessu og Heiðbrá setur hann bara einfaldlega yfir. Jóna upp á Gíu, Gía með gott bolta og hvar endar þessi? Amelía með bolta og skorar. Valdís nær ekki að stýra þessa bolta og Amelía heldur áfram að skora mikilvægt stig fyrir gestina. Komið 5 stig núna. Stigahæst gestana. Búin að skora 5 af 9 sóknarstigum Þróttar. Það er ansi vel gert, það er rúmlega helmingur. Kemur Heiðbrá og Valdís í móttökuna. Kemur Nera af hávörðinni. Sénsinn hjá gestunum núna. Kemur, vantaði smá på taktinn hana og Káalið nær að verðast þessu. Aftur séns, það kemur Lauma og frábær Lauma. Káalið nær að bjarga þessu. Ótrúlega satt náður að bjarga þessu stelpunnar. Og endanum skorar Pála Miguel de Blas. Já, fjörmuð þetta vel að Káaliðinu sem að varðist trekk í trekk frábærlega. En Þróttararnir áttu þetta stig held ég bara skilið. Frábær sóknarleikur og endar á að Pála Miguel de Blas skora sitt 3. stig. Heiðbrá því aftur fyrir Þrótt. Hörkubolti en full mikil harka í honum og fer út 20-18. Káalið núna 5 stigum frá því að klára fyrstu rinnu. En 2 stig er náttúrulega ekki neitt í blæki. Gía fyrir Káa. Svo þekkjum engin líberó inn á meðan miðjan okkar Gía er að taka uppgjöfuna. Flottur bolti frá Gíu, frábær vörn og núna náðu að lesa Einar frá Pálu og frábær blokk hjá stelpunum. Og Gía áfram rosalega sterkt að Gía sé komin aftur og hér kemur flottur bolti. Hávörðin tekur kraftinn úr þessu. Jóna nær að setja hann upp fyrir Helenu og Helena setur hann inn. Þessi bolti var gjörsamlega fullkominn. Sneiðir hann hann uttalega í einskismannsland og Helena Kristín Gunnarsdóttir kom með 4 stig núna, 3 stig rauða Káa og staðan 22-18. Kemur Gía. Og Gía er að skora ásetta frábærlega gert hjá Gíu og þá taka gestirnir væntanlega leikhlé eða nei. Það er bara ekki að gera skiptingu bara. Það hefði ég haldið að myndi taka leikhlé. Og það eru breytingar á báðum liðum. Já, tvöföld skipting hjá báðum liðum. Amelía og Annika koma inn í lið Káa
Nera og Jóna væntanlega þá út af í þeirra stað. Já, eins og segi, það ótrúlega magnað að KA eigi 2 uppspilara í U19 landsliðinu. Þannig að Jóna út og Amelia inn. En það eins og að Gía sem heldur áfram í uppgjöfarstöðunni. Hér kemur Gía. Hörkubolti, frábær móttaka og það smassa af hávörðinni Amelia upp á Helenu. Helena, það hann að finna dauðasvæðin í miðjunni, gekk ekki. Og frábær hávörð hjá Lovísu, nær að blokka þetta og aftur. En núna nær hún að sneiða boltan fram í hávörðinni. Gerir þetta virkilega vel hún Ingibjörg Ásdís. Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir. Konumblað, fyrsta blaðið henni. Það er fyrsta stíðið henni, veit ég. Og alltaf sama blaðið. En 23-19 Þróttur með mikilvægt stig upp á að halda sér áfram inn í þessu. Og það er hún Hrefna sem að kemur uppgjöfina með hennar bolta sem að, já, vel gert hjá Helenu, náða að teygja sinna bolta, kemur svo sjálf. Hávörðin klár, missa boltan eins og er yfir, kemur Einar frá Lovísu og Lovísa klárar. Þeim deyr þarna í hávörðinni og pompar svo í gólfið og Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, hennar fyrsta stig í dag. KA 24, Þróttur 19 og KA vantar 1 stig í viðbót, þá kemur 1 skipting í viðbót. Heiða Elisabeth út og Auður nokkur Pétursdóttir inn í hennar stað. Og Amelia Ír Sigurðardóttir í uppgjöfinni fyrir KA. Amelia Ban, eitraðar uppgjöfari. Sjáum hvað hún gerir hér. Kæmi alltaf ekkert út, hún myndi bara klára þessa hreinu. Hörkubolti og hún er að klára þetta! Hún er að klára þetta! Amelia Ír Sigurðardóttir. Strax í ás og klárar hrinna 25-19 fyrir KA. Já, þetta ekki amalegt eins og ég segja að geta skipt Jónu út og fá Ameliu inn í staðinn. Það er gríðarlega öflugar í uppgjöfarstöðunni og að sjálfsögðu líka uppspilararstöðunni. En kíkjum aðeins á hvernig þessi fyrsta hrinna spilaðist. KA komst í 4-0 og virtist vera með já, eiginlega alla stjórn á leiknum til að byrja með. En gestirnir komu heldur betur sterkir tilbaka og náðu meðal annars forystunni í stöðunni 17-16. En frábær lokasprettur KA. Klárar þetta á endanum 25-19 og KA leiðir því 1-0. Kíkjum á stigaskorunina. Byrjum á KA-liðinu. Þar er Helena Kristín Gunnarsdóttir stigast með 4 stig, Gía Gunnarsdóttir með 3, Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir með 3, Nera Matiljan 2, Jóna Margrét 2, Lovísa Rut 1 og Amelia Ír með ásinn sem að kláraði hreinuna. Kíkjum svo á Þrótt Fjarðabyggð. Amelia Rún Jónsdóttir þar stigast með 5 stig, Pála Miguel de Blas 3, svo er María Jiménez Heiðbrá Björgvinsdóttir og Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir allar með 1 stig. Kíkjum svo á tölfræðina. 25-19 sigur KA í fyrstu hreinu. KA með 10 stig úr smössum, Þróttur Fjarðabyggð 7. Sóknin var smá tíma í gangi hjá þeim en svo myndi þær heldur betur á sig. En KA með 5 ása, gegn 3, bæðilið með eina laumu. KA með eina blokk, gestirnir enga. Og svo gerðu Þróttur 10 mistök sem gaf KA stig, þar af 6 misjafnar uppgjafir. KA eins og með 8 mistök. Og þar af 4 misjafnar uppgjafir. Já, eins og Þróttur komst yfir hérna í 15-16. Annars var KA með yfirhöndina í þessari fyrstu hrinu. En þetta fer vel af stað hjá okkur og nú er mikilvægt að KA-liðið haldi áfram. Eins og stelpurnar voru búin að vinna 20 leiki í röð áður að koma tapinu gegn Aftureldingu Mosfellsbænum í vikunni. Og alveg klárt að það ætla sér öll 3 stigin hér í dag.
Þróttur Fjarðabyggð aðeins búið að leika 2 leiki í deildinni. Eru ennþá án stiga en þær eru búin að sýna það í þessari fyrstu hreinu að þær eru með hörkulið og verður spennandi að sjá hvernig þetta spilast núna. Já, KA-liðið gerir smá breytingu. Sýnist Amelía halda áfram í uppspilararstöðunni. Hrafnhildur Ásta komin inn. Skiptir svolítið beint í kjölfarið fyrir Valdísi. Það fá líberóin inn, eðlilega. En Amelía Ír mun byrja þessa aðra hreinu. Kláraði fyrstu hreinuna, byrjaði á seinni. Hvað gerir hún hér? Fyrir á stað hérna og fastur bolti enn í netið. Og Þróttur fær því fyrsta stigið hér. Og María Jimenez þá fyrir gestina. Valdís gerir virkilega þetta að teygja sig þennan. Helena setur hann yfir og nú er séns hjá gestunum kemur. Vantar aftur smá takt þarna á miðuna og þá er það Gíja sem að fær sénsinn. Setur hann í háutan og niður og Gíja Guðnadóttir kom með 4 stig. Jafnir 1-1. Ég haldi áfram að segja þetta. Það er svo ótrúlega gaman að sjá Gíju aftur á vellinum. Þetta brosir út að eyrum, hefur virkilega gaman að þessu. Frábær karakter og frábær leikmaður. Það var mikið fyrir því að koma tilbaka eftir erfið meiðsl og gaman að sjá hana aftur í fullu fjöri. Þetta er frábær lauma hjá gestunum og kom það því aftur yfir. Þessi bolti er eins og of langur frá Ingibjörgu og staðan því 2-2 núna. Já, Gíja komin í uppgjöfuna. Og bolti frá Gíjan er langur en dettur niður og móttakan fín. Heiður Brá með hennar bolta. Gíja eins og er á réttum stað. Boltin upp á Helenu. Helena neglir þessu af hárninni og út. Og Helena er að skora. Já. Flott vörn hjá Gíju. Boltin frá Amelíu upp á Helenu góður. Og Helena klárar svona færi í 99% tilfella. Ótrúlega öflug blakkona. Var nú blakkona ársins hérna um árið. Og já, ok, Gíjan er að bregðast við þessu. Ég ætla að segja að það myndi ná lauminu hérna. Kemur svo Nera Matelja með bombu, algjöra neglu hérna úr díóstöðunni og gerir sér 3. stig. KA með 3 stig í röð, komið í 4-2 núna. Já, uppgjöfnar frá Gíju eru ansi erfiðar og búið að vera fínt raun að KA núna. Já, Gíja upp á Neru, Nera, og lemur þetta bara samfærandi. Nú er eins og það er í erfið bolti og dæmdu tvíslag hérna. Já, þetta var klaufalegt. Það fengu þær fínan séns á að sækja gestirnir en uppspilið misheppnaðist og KA fær því stigið 5-2. Gíja áfram í uppgjöfinni og áfram er hún með flotta bolta. Þetta er svona virkilega góð móttaka og Einar frá Pálu Miguel de Blas sem endar í hárnu út og hún er að knýja fram róteringuna. Valdís þá komin aftur inn
og Heiðbrá Björgvinsdóttir fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Sér á Valdísi og gerir vel eins og svo oft áður og Nera menna bolta út. Já, sér úti og Þróttur fær stigið. Gengur mjög erfiðlega hjá KA-liðinu að slíta sig frá gestunum. Enda eins segi Þróttur Fjarðabyggð. Gríðarleg blackhefð náttúrulega fyrir austan og veist að þú endir alltaf í hörkuleik á móti þeim. Þarna var einhver misskilningur. Og þetta endar þá bara í ás fyrir Heiðbrá. Enginn klári að taka bolta með 2. Og staðan þjóri jöfn 5-5. Heiðbrá áfram í uppgjöfinni. Núna er eins og var engin misskilningur. Hörkubolti á miðjuna og Hrafnhildur Ásta bombar sig háruna út. Kemur K aftur yfir. Fyrsta stig við Hrafnhildi. Enda komin aftur inn núna. Spilaði ekki fyrsturinu og misti af leiknum gegn afturhendingu á dögunum en minnir vel á sig aftur núna. Nera Mateljan með hörkubolta, Heiðbrá með flotta móttöku og Pála Mikael de Blas af hafórninni. Valdís undir og lauma frá Amelíu, það verðast þessu og reyna að lauma hérna Helena eins og að fljóta bregðast við. Kemur Nera með hennar bolta sem að verjast vel og Nera tekur saman vörnina líka, kemur svo Heiða. Heiðar er að lauma en er að verjast vel. Kemur Amelía fyrir gestina, hörkuboltið með Heiða ver og Helena bombar þessu á hávörðinni og út. Já, frábært rally og Helena Kristín endanum skora stigið góða. 7. stig hennar í dag. Helena Kristín Gunnarsdóttir, frábær blagkona, einsi valin blagkona ársins hér árið. Kjölfarið lenti hún svo í erfiðum meiðslum og svo eignaði hún sitt fyrsta barn en komin gríðarlega sterk aftur til leiks. Og þessum tíma setur svo Amelía boltan út fyrir gestina. K.A. komið 8-5, 3 stig í röð. Þetta er svona svolítið saga leiksin til þessa að þegar Þróttur næra jafna þá kemur aftur rönn hjá K.A.-liðinu. Nera Mateljan, flottur bolti og þarna var klikkaði bakkerinn. Þægileg bolti fyrir K.A.-lið og Einar frá Hrafnhildi Ástu, hann á að verðast þessu og Amelía blokkuð og þetta var svo nafna hennar Amelía Ír sem að blokkaði hana. Já, þetta er ekki oft sem að sé svona smass frá Amelíu blokkað svo af Amelíu og Amelía Ír Sigurdóttir kom með 2 stig, 1 ás og 1 blokk. Vel gert, 9-5. Nera Mateljan, hörkubolti, skoppar á netinu, Amelía tekur þessu á móti og Heiðbrá úr afturlínunni en Heiða sér við þessu. Kemur Helena af hávörðinni og út og Helena skorar. Vel einhverja menna hafi verið net. Þetta held ég bara skiptir ekki öllu máli. K.A.-lið fær stigið. 10-5, 5 stig í röð. Helena kom með 7 stig í heildina. Nera Mateljan gera vel hérna í uppgjöfunum. Heldur áfram hér. Já. Frábær móttaka og Heiða verst þessu. Amelía upp á Helenu. Helena reynir að krasa boltanum en hávörðin tekur þetta og dettur svo í gólfið. Frábær blokk þarna og sýndi þetta að vera Pála Mikael de Blas sem að tók þetta. Pála Mikael de Blas, fyrsta blokkin hjá gestunum og hún kom með 5 stig í heildina í leiknum. Fyrir svo í uppgjörstöðunum sjálf. Langur bolti sem Heiða tekur vel á móti. Hér er Helena af hávörðinu niður. Já, hún stígur vart fylgspor, hún Helena Kristín.
Helena Kristín uppgjöfina, það verðast þessu fínt en Amelía setur boltann svo út í kjölfarið og KA fær stigið 12-6. Vantar herslumuninn hjá gestunum hér og munurinn skyndilega orðin 60 eftir að stafa jöfn 5-5 rétt á hann. Boltinn hér frá Helenu snerti netið, já, svo kemur systirinnar Heiða með frábæra blokk. Frábær blokk frá Heiðu Elísabet Gunnarsdóttur, hennar 4. stig í leiknum. Og þá leikhlé hjá gestunum. Miguel Ángel Ramos tekur leikhlé, búinn að sjá nóg í bili, enda þess að segja, staðan var 5-5 rétt áðan. 8-1 kafli KA og spurning hvort að leikhlé skili sama árangur og gerða í fyrstu hreinu. Þá kom 6 stig í röð hjá Þrótti. Þetta staðan var 14-8. Ekkert svakalega ósvipuð staða núna uppi. Sjáum hérna stigaskor leikmanna Helena Kristín Gunnarsdóttir með 8 hjá KA, Gía og Heiða með 4, Amelía Rún með 5 hjá gestunum ásamt Pálu Miguel de Blas. Aðrar minna. KA kom með 25 sóknarstig, Þróttur með 15. Jæja, áfram með smjörið, Helena með hennar bolta áfram. Flottur bolta frá henni og svo kemur hörku bolti frá henni Maríu Jiménez á miðjunni. Engin hávörð þarna og hún var ekki í neinum vandræðum með að klára þetta. Og spurning hvort það sé að hafa gert það sama á í fyrstu hreinu. Hann kom í hörku svar frá gestunum. Þetta er svo vel gert hjá Valdísi, boltinn upp á Heiðu, Heila treður þessu niður, fastur bolti og bombar honum utarlega í gólfið. 14-7, 5. stigið hjá Heiðu og það kemur þá Gía inn. Kallir Ásta í uppgjafarstöðunni, 14-7 stig staða KA hér. Flottur leikur hjá stelpunum. Heiðbrá setur hann yfir, Nera tekur á móti Amelía upp á Heiðu, Heiða bombar þessu á hárninni og lendir aðeins í netinu, boltinn var aðeins nálægt netinu og lítið þessu að segja. 14-8 og þá komið að fyrirliðanum Amelíu Rún hjá Þrótti. Bolti, já, vel gert hjá Amelíu að bregðast við þarna og meira en það. Nei, ok, það er ná að verðast þessu. Amelía tilbaka á Neru, Nerum að telja hann úr afturlínunni, bombar sér háruna, bolti skrúast í gólfið, já. Flottur bolti og Amelía fær þarna fæð frá Matteo. Flott uppspil. Og þá komið að Amelíu aftur í uppgjafastöðunni. Við ætlum að svara fyrir þá sem misheppnaðist áðan. Já, og vinkonan hennar hún Heiðbrá tekur á móti. Svo kemur þessi fína lauma og María Jiménez skorar sér 3. stig. 3. lauman hjá Þrótti, önnur í þessari hreinu. Það þurfa eins og að tengja nokkur stig ef við ætlum að koma sér aftur inn í þetta. Sér úti, vel gert hjá Valdísi Kapítólu, láta hann fara því hann var ekkert langt úti. Þá kemur skipting á KA. Lilja Rödd Kristjánsdóttir kemur hér inn fyrir Heiðu. Já, Matteo að rótera þó nokkuð KA-liðinu og það er bara frábært. Enda komin hörku breidd í KA-liði. Yngreflokkastarfið að blómstra. Búið að vera gríðarleg iðkenda aukning hjá okkur í yngreflokkunum síðustu ár.
og árangurinn frábær á síðustu mótum. Og þetta heldur betur mögnuð innkoma hjá Lilju Rut, beint í ás og hún fagnar þessi eðlilega gríðarlega. Vel gert hjá henni. Og hún heldur þá áfram, 7. ásinn á Káa og á sama tíma gerir Káa skiptingu og Rakel Hólmgeirsdóttir komin inn í líberástöðuna. Og fín hávörð hérna hjá stelpunum en aftur koma þær að lauma nera eftir stað Rakel upp á Heiðu. Heiða sig bara einfallega yfir, sensin á gestunum, kemur boltinn út á kantinn, Heið bara á boltinn svo aftur fyrir hana, enn í leik, vel varist, setja hann yfir. Amelia tilbaka á Neru, Nera, frábær hávörðin að Heiðbrá, var eina móti Neru þarna og Nera aftur undir en þá eru allar farnar, því það ætluðu allar í þennan bolta og 10. stig Þróttar staðreynd og Pála Miguel de Blas fær þetta stig og þá er aftur skipting. Heiða kemur inn fyrir Lilju. En flott innkomið á Lilju, sótti þarna ás og kominn á blað, vel gert. 17-10, þetta er ekki búið, þá var staðan sig góð. Kemur Nera Mateljan, finnur ekki alveg döðasvæðina og kemur Heiðbrá, blokkuð og blokkað, boltinn endur inni. Frábær blokk og mér sýndist að vera Gíja sem kláraði þetta. Fyrsta blokkin hjá Gíu í dag og 4. blokkin á Káa í heild sinni, 4 í blokkum. Gíja Guðnadóttir, flottur bolti, móttökan sem var virkilega góð, kemur Heiðbrá á kantinum. Heiða verðt þessu, Amelia upp á Helenu, flottur bolti og já, að gera vel úr þessu, boltinn á afturlínunni hérna, Heiða með mótvörnina, boltinn á Helenu, Helena, boltinn enn í leik, frábært rally, Hávarnir hefur kraftinn úr þessu, Amelia velur Heiðu á afturlínunni, en er að verðast þessu, kemur svo þessi magnaða lauma þarna, enn ein lauman hjá gestunum og þetta er hún Helena Kristjánsdóttir sem átti hennar fyrsta stig í dag og þetta er 4. lauman hjá Þrótti í annarri rinnu. Það er ansi vel gert. 4 laumustig af 11 til þessa hjá þeim. Þá er Heiðbrá Björgvinsdóttir komin í uppgjafarstöðuna. Vel gert hjá Heiðu, þetta var krefjandi bolti, það var ansi neðarlega. Nera svo með hnitmiða bolta út í horn og Heiðbrá nær ekki til hans en það var þetta frábær bolti. Svo kemur skipting hjá Káa, 2 skipting. Jóna Margrét og Annika Snædís inn fyrir þær Amelíu og Neru. Jóna Margrét er hún að bæta við ás nr. 7, það er að segja hjá Káa, hún er með 2 af þessum 6 ásum. Kemur hún, setur hún í netið og Þróttur fær því sitt 12. stig. Sjáum hérna Káa klikka 6 uppgjöfum, Þróttur Fjarðabyggð 8. Það var þó nokkuð missettar uppgjöfur í upphafi fyrsturinu. Síðan er þetta búið að lagast. Heiða, flott móttaka, boltinn hér upp á Anniku. Annika, já, kemur hún yfir og Þróttarar þurfa að koma boltanum þægilega tilbaka. Síðan hjá Káa, kemur Annika aftur, Annika, flottu bolti og aftur náður að verðast þessu. En er það Annika, Annika reynir að lauma, en Pála Miguel de Blas mætt undir. Og Annika tekur það á móti. Hér kemur Helena Kristín, þennan bolta, Heiðbrá verst.
kemur Amelía fyrir gestina af hávörðinni, Valdís klár undir, Annika enn og aftur, já. Hvar hendar þetta stig, þetta bara svakalt rally, kemur svo þessi bolti frá Amelíu út. Já, þetta eiginlega kannski bara hálf fúlt að þessi bolti endur svo bara úti því að bæði lið voru að sýna frábæran bolta. Það býtur nú að fara ekki yfir spurning hvort að... Nei, Þróttur fær stigið, dæmt net á Káa. Stundum borgar að segja að ræða við dómarann. Já, að deila við dómarann. Amelía spurði, var ekki örugglega net og í kjölfarið þá ræddu þið saman dómararnir tveir og þessu stigi. Já, kemur Helena með hennar bolta. Fín vörn hjá gestunum en ná ekki að gera nú vel úr þessu. Heyrðu, Heiða sækir hennar bolta langt. Jóna skerir hann yfir. Kemur séns hjá gestunum. En Jóna mætti undir, boltin upp á Helenu. Helena neglir og tekur sjálf boltan eftir að fór í háruna. Kemur Annika með flottan bolta, frábær vörn. Amelía fyrir Þrótt, Jón Valdís fyrir Káa og frábær björgun hjá Pála Mikaeldi Blas. Hvar endar þetta? Kemur Annika, já, situr hann yfir. Sénsinn á gestunum núna, kemur Amelía með hennar bolta af hávörðinni. Jóna verst, boltin upp á Helenu, Helena laumar og skorar. Þetta var virkilega gaman að sjá bæði lið að spila frábært lag. Annar stíði röð sem þetta var hörku rally og liðin heldur betur að hafa fyrir stigunum núna. Það er nákvæmlega sem við viljum sjá. 20-13. Helena Kristín með sína fyrstu laumu. Það er búin að raðinn stigurum. Þetta er sjálfsig frá Heiðbrá. Klikkar hérna í móttökunni. Og þetta er þá ás hjá Helenu Kristínu og hennar 10. stig. Já, Heiðbrá veitum mjög góða móttöku, þannig að eins og þetta er sjálfsið hjá henni. Svarar vantar fyrir það núna, já, frábær móttöka núna. Og svo er að Rakel komin í líbérastöðuna með flotta vörn hérna. Helena með hennar bolta sem að Pála Mikaeldi Blas verst vel. Amelía með hennar bolta sem að Helena tekur á móti. Og kemur svo systir hennar Heiða á hávörðinni. Frábærlega varist hjá Heiðbrá þarna. Og Jóna tilbaka á Anniku. Annika með hörkubolta. Heiðbrá með flotta vörn enn og aftur. Kemur lauma frá Amelíu sem að mistekst og Káa fær stigið. Þetta er algjörlega frábært lag sem við erum að sjá hérna. Og sérstaklega síðustu 3 stig búin að koma eftir massív rally. Þetta er frábært að sjá. Káa eins og var komið 9 stigum yfir. 22-13 og Helena menna bolta. Sækir ásinn, já. 11. stigið á Helenu. Helena Kristín Gunnarsdóttir og henni svo skipt af velli. Hennar stað kemur svo Lilja Kristín Ágústsdóttir. Já, gott að þessi ekki bara hafa allar hjá Káa búnar að koma inn á. Það er frábært. Sjáum hvað Lilja Kristín gerir hér. Nafn hennar Lilja Rödd, sótti ás áðan. Og vonandi að Lilja Kristín ná að gera eitthvað svipað. Næja. Eitthvað að vera að fara yfir hlutina hér á rittaraborðinu. Við bara bíðum. Það byggjum smá eftirvæntingu fyrir boltanum frá henni Lilju. Þá er allt að vera klárt. Lilja Kristín Ágústsdóttir. Æ, það var svo langur þessi bolti. Og fer út. Og kemur Valdís inn fyrir Anna Rakel.
En Lilja Kristín heldur áfram inn á, það er flott. Og Helena Kristjánsdóttir fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Erfið staða fyrir gestina núna, Káa aðeins 2 stigum frá því að klára þessa aðra hreinu, kemur boltinn á Heiða bombar þessu, frábær bolti og Heiða kemur Káa í 24-14, hennar 7. stig og Káa aðeins 1 stigi frá því að klára hreinu 2. Hrafnhildur Ásta kemur hér. Flottur bolti frá henni, meira en bara flottur bolti, frábær bolti frá Hrafnhildi og aftur klárar Káa hreinuna með Ás, Hrafnhildur Ás, með það hennar annar stig og Káa vinnur 25-14. Þetta endaði í sannfærandi sigri Káa í annar hreinu, Káa 2-0 yfir. Já, sem kíkja tölfræðina, stigaskorinn hjá Káa Helena Kristín Gunnarsdóttir 11 stig, systirinnar Heiða Elisabeth með 6, Nera Mataljan 5, Gía Guðmundsdóttir 5 einnig, svo er Hrafnhildur Ásta með 2 stig, Jóna Margrét 2 og Amelía Ír með 2 einnig, Lovísa Rut og Lilja Rut Kristjánsdóttir allavega báða með 1 stig. Hjá gestunum þar er Pála Miguel de Blas með 6 stig, Amelía Rún með 5, María Jiménez 3, Heiðbrá Björgvinsdóttir 2, svo er það Pála Ruiz Soria, Helena Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ásdís Heimisdóttir alla með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina í hreinu 2, 25-14 sigur Káa, Káa með 10 smarstig, gestirnir aðeins 2. Já, sóknarleikurinn hjá Káa umfjörlega gríðarlega öflugur og er búinn að gera Þrótti svolítið erfitt fyrir að ná upp sínum sóknarleik og hjálpa líka að Káa er komið með 4 ása, er búinn að sækja grimmt úr uppgjöfunum. Þróttur náði einum, Þrótturinn svo tekur 4 laumur, gett 2 á Káa, Káa með 3 blokkir, gett 1 og Káa fær einnig 7 stig eftir mistök mótherja. En þó aðeins 2 uppgjaf sem klikkuðu, liðið búinn að aðeins að laga það. Kíkjum kannski örstutt á leikinn í heild sinni. Sjáum hérna Káa komið 20 smarstig gegn 9 ásar hjá Káa gegn 4. Þróttur reyndar með 5 laumur gegn 3, en í blokkum er Káa með 4 blokkir, Þróttur Fjarðabyggð 1. Káa fengið 17 stig eftir mistök mótherja, þar af 8 eftir missettar uppgjafir, Þróttur 14 og 7 missettar uppgjafir. Þannig að sjáum það að Káa er búinn að vera með fínt taka á þessu. 25-19 og 25-14 sigrar í hreinunum 2 til þessa og nú eru Þróttarar með baki upp í vegg. Þurfa að svara fyrir sig núna ef það er ætla að fá eitthvað út úr þessu. Spurning hvort að Káa-liðið gerir einhverjar áfram breytingar. Sýnist að Lovísa og Annika vera að koma inn í þetta. Annika var að eiga flotta bolta á hann en frábær varnarleikur hjá Þrótti Fjarðabyggð kom í veg fyrir hún náði að skora stigir hinn á hann en það kemur í 3. Ég er alveg viss það. Annika virkilega spennandi leikmaður, ung og efnileg og metnaði full. Jæja, þá er allt að verða klárt hér. Gestirnir að austan byrja þetta. Það er Amelía Rún fyrirliðin sem byrjar. Og þá er komið að þessu. Amelía Rún hér af stað, langur bolti, full langur, út fer hann og Káa fær fyrsta stigið 1-0 hér í 3. hreinu. Jóna Margrét Arnarsdóttir þá
fyrir Káa. Já, kemur Jóna, flottur bolti og Heiðbrá nær ekki alveg að stýra sér nægilega vel. Þurfti að teygja sér að bolta og þetta þriðji ásinn á Jónu. Og hennar þriðja stig í leiknum. Allt ásar. Káa 2-0 yfir hér í þriðjurhinnu. Jóna Margrét heldur áfram að pressa rosalega úr uppgjöfunu sínum. Frábær bolti frá Jónu. Sveigir þarna svakalega sveimir þá. Kemur Káa í 3-0, fjórði ásinn hjá henni. Og ef ég þekki Jónu rétt þá ætlar hún að halda áfram hér. Nei, setur hann út. Hún var búin að fá nóg í billi. Ég þekki hann greinlega ekki nógu vel. 3-1. Og þá það María Jiménez sem að fer í uppgjöfuna fyrir gestina. Heiða með flotta móttöku, Jóna og Heiðu tilbaka og Heiða með bolta sem Amelía nær að verjast. Kemur Heiðbrá, hittir hennar bolta illa. Setur hann einfallega í netið og Káa 4-1 yfir núna. Var að Heiða fyrir Káa. Heiða með hennar bolta og Amelía með fína móttöku. Það var aðeins að sækja boltan og Heiða missir boltan svo yfir tilbaka. Nú sénsinn á gestunum, kemur hörku boltur á miðjunni og Paula Miguel de Blas bombar þessi gólfið. Káa liðin náði ekki að koma sér í stöðu þannig að þeirra vörninni á Heiðu fór yfir netið. Og kemur Valdís með þessa móttöku og Helena Kristín en háðin fín en þessi bolti dettur hérna niður við netið. Og Káa komið 5-2. Þá Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir fyrir Káa. Náði fínu rönni síðast. Hvað gerir hún núna? Flottur bolti, vel gert hjá Heiðbrá. Og já, Heiða með fína vörn. Boltin hér upp á systrinnar Helenu. Helena með hennar bolta sem Heiðbrá verst vel. Og afturlínusmass frá Amelíu. Kemur Annika með hennar bolta en hér ferast vel, kemur Heiðbrá með hennar bolta af hárninni út. Það kom að því, þetta gekk hjá Heiðbrá. Óöppir með síðustu bolta, en þetta gerði hún vel. Og hennar þriðja stig í leiknum. 2 smös, 1 ás. Og Káa 5-3 yfir hér í þriðjurhinnu. Heiðbrá hennar bolta, já, ok. Þetta reddast bolti frá Helenu svo skopar á netinu. En Amelía verst þessu, svo kemur með langan bolta og skorar. Já, flott yfirsýn hérna hjá Amelíu Rún. Hún einfallega sendi boltan hann á aftarlega völlum. Það ekki alltaf að vera fast. Og kemur boltinn á Helenu. Helena áhutinn út, frábærlega gert hjá Helenu. Þetta svolítið búin að vera planið hjá Káa. Ef við lendum í smá vandræðum þá yfirleitt lausnin að setja boltann bara á Helenu og Helena hefur varla stigið feilspor í dag, algjörlega frábær. Og þá komið að henni Anniku. Annika Snædís með hennar bolta, já.
Fín móttaka eins og var hjá Heiðbrá. Kemur þessi bolti sem að endar úti. Það var rosalega tæpur. En endar út. Já, það sá svolítið mikið létti þarna andliti Amelíu eftir þetta. Það lét boltan fara, reyndist þér rétt ákvörðun. Staðan núna 6-5. Ja, Jóna tilbaka á Hrafnhildur, en það verðast þessu. Boltinn á Amelíu, Amelía blokku, boltinn enn í leik. Já, ára miðjan, reyna að laumar út hins vegar. Og KA fær stigið. 7-5. Þetta virðist alltaf að halda áfram. Það er hvert skipti sem að Þróttur færist nær, þá er KA-liðið að gefa aftur í. Jæja, þá kom fyrstborið sem að ég er búin að segja. Hún stígi valla, Helena með klikkað uppgjöf. Og þá er staðan 9-9 í misjöndum uppgjöfum. Þetta eru margir sem eru spenntir verið þeirri tölfræði. Jæja, vel gert hjá Valdísi. Boltinn á Heiðu og krefjandi bolti, erfið fyrir Heiðu að ná þessu bolta og endar í netinu. Og staðan því jöfn, 7-7. Ja, flott móttaka hjá Helenu. Helena svo í afturlínu, hennar bolta og já, það verðist þessu fínt, en senda boltan endanum þægilega yfir fyrir KA-liðið og áhugaverður bolti þarna en fyrir yfir. Amelía svo blokkuð af Lovísu, áfram með boltinn, gestana. Heiðbrá með bolta, hann er út. Á síðustu stundu láta Helena og Annika boltan fara, sem að reynist rétt ákvörðun. Bolta stigið því KA 8-7. Hrafnhildur Ásta fyrir KA kláraði aðra hrinnu með Ás áðan og setur hennan út hins vegar. Já. Áfram jafnt núna og Amelía Rún fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Bolti, frábær móttaka að venju hjá Valdísi. Erfið boltir fyrir Heiðu en Heiða gerir ótrúlega vel úr sinna svo blokka í kjölfarið. Og Jóna upp á Heiðu, Heiða með hörkubolta og það er ná að koma yfir, vel gert hjá gestunum. Boltinn hins og aftur upp á Heiðu, Heiða bombar þessu af hárninni og enn er það að verjast gjörsamlega frábærlega. Hvar endar þetta, kemur enn Heiða enn og aftur. Frábær vörn, hvar endar þessi bolti? Já, vel gert hjá Valdísi. Annika setur hann yfir. Nú er séns hjá gestunum, smá misskilningur og KA færði aftur sénsinn. Jóna á Lovísa og hann deyr í hárninu og hún Lovísa skorar. Vel gert, frábært blak hérna. Og Lovísa skora endan stigið. En þessi varnarleikur hjá báðum liðum er algjörlega frábær og vonandi fáum við fleiri svona rally hér í þriðju hrinnu. Þá er Jóna Margrét fyrir KA, hörkubolti og þetta er Ás, hún heldur á raðinn Ásunum. 50 Ásinn hjá Jónu Margréti. Hún er búin að taka 10 uppgjafir og það er að vera 5 Ásar. Það er ansi góð tölfræði hjá henni og hvað gerist hér? Nei, setur hann í netið. Og í fyrsta skipti í kvöld skorar Jóna ekki 2 Ása í röð. Og staðan því 10-9 KA í vil. Áfram stál í stál hér í þriðju hrinnu.
Vel gert hjá Valdísi enn og aftur. Og svo kemur Heiða Elísabet með bolta af hárinu niður. Vel slegið, en eru þið að sjá móttökuna hjá Valdísi Kapítólu? Algjörlega mögnuð. Það ekki bara hún sé að ná að koma boltan með lofti. Hún kemur boltan líka beint á uppspyrara. Þannig að það hægt að spila úr boltanum. Heiða með hennar bolta, Heiðbrá með móttökuna. Amelía úr afturlínu, skoppar á netinu og þá verður erfitt að lesa í þetta. Fastur bolti og Amelía skorar og Valdís biðst afsökunar, en það fáar hefði nú á að verðast þessum bolta. Gríðarlega þegar svona fastur bolti skoppar á netinu að bregðast við og einfallega bara vel gert hjá Amelíu Rún. Hrefna þá fyrir gestina og hún er að skora. Ás jafnar hér í 11-11. Fastur bolti sem að Helena nær ekki að stýra og þetta er hennar fyrsta stig. Hrefna Ágústa Marinósdóttir. 50 ás gestana. KA með 12 ása og þá heldur Hrefna áfram. Aftur kemur hún. Aftur er Helena í vandræðum og aftur er hún að skora. Ás. Já, Hrefna Ágústa. Þetta er ansi mögnuð innkoma. Kemur Þrótti á yfir. Já, heldur hann áfram að þjarma að Helenu. Nei. Nú var það Valdís og Valdís gerir fínt úr þessu og Helena kemur hún svo yfir. Sénsinn á gestunum, Pála Mikkeldi Blas, blokkuð hins vegar og kemur Heiðbrá og sjáu þið frábæran varnarleik hjá Valdísi. En nú er sénsinn á gestunum, hefur boltinn á miðjunni og Valdís er mætt að sjálfsögðu undir og aftur er sénsinn á gestunum, kemur Heiðbrá setur hann langan og er að skora. Já. Það hefði verið ótrúlega að Valdís hefði náð að berga þessum bolta, en Heiðbrá Björgvinsdóttir skora sitt 4. stig, 4 stig í röð hjá gestunum. Þær eru komnir í 13-11. Já, hér, þetta er búið að vera algjörlega magnað að fylgjast með varnarnettum hjá báðum liðum. Men allir leikmenn að fórna sér í alla bolta og fyrir vikið hafa verið mögnuð rally hér í dag. Kemur Helena Kristín Gunnarsdóttir af hárinu út. Nærra höggva hnútinn. 14. stigið hjá Helenu. Og Lovísa Rödd Aðarsteinsdóttir þá fyrir KA. Kemur Lovísa hérna. Nei, boltinn skrúast röngum megin við netið. Það hefur nú séð þó nokkur aukjæði frá Lovísu sem að líta eins út nema á snýstan yfir netið. Gerist ekki þetta skiptið og Þróttur 14-12 yfir. Og nú eru KA búið að klikka núna 4 uppgjöfum í röð á þess að Þróttur klikki. Já, þá klikkar Heiðbrá. Og þá er Annika Snædís Gautadóttir fyrir KA. Annika búin að eiga flotta innkomu. Án og algjörlega skilið að skora stig. En móttakan góð hins vegar hjá Amelíu. Amelíu sem vinna bolta. Heiða vel staðsett. Boltinn hér upp á Helenu og Helena blokkuð og Hrafnhildur nær ekki að stýra boltan að vera þarna vel staðsett hins vegar. En hefur alltaf skamman tíma að bregðast við þarna. En þá er 2 skipting á KA. Kemur Annika og Jóna út, Amelía og Nera inn. Nera búin að eiga flottan leik, búin að skora þó nokkuð að stigum og Amelía búin að vera flott í uppspyrarastöðunni. Staðan hérna 15-13 fyrir Þrótt Fjarðabyggð í þriðju hrynu.
Sjáum hvað Pála Miguel de Blas gerir hér. Pála með hennar bolta. Já, Heiðan er að verðast þessu missa boltan eins og yfir. Kemur Einar af miðjunni en það verðast þessu stelpurnar og Helena setur hann yfir. Sóknarþungi gestana núna mikill. Og með lauman, frábær lauma, gjörsamlega frábær lauma af Pálu Ruiz Soria. Annars stig hennar báðar á laumum. Þarna var KA-liðið engan veginn klárt í það myndi koma á lauma. Og á tekur Miguel Mateo Castrillo. Leikli fyrir KA. Þróttur 16-13 yfir núna. Og greinlegt að Austfirðingar ætla sér að knýja fram fjórðu hreinu. Sjáum hérna stigaskor helstu leikmanna. Helena Kristín Gunnarsdóttir með 14 hjá KA. Systir hennar Heiða með 7. Nera Mateljan Gía Guðnadóttir og Jóna Margrét Arta með 5 stig. Hjá gestunum við er Amelia Rún með 8. Pála Miguel de Blas 7. Heiðbrá 4. KA með 43 sóknarstig. Þróttur Fjarðabyggð 28. Jæja, sjáum hverju leiklið skilar Pála Miguel de Blas fyrir gestina með hennar bolta sem að Valdís tekur frábæla móti, boltin tilbaka á Helenu. Helena með bolta sem að Heiðbrá gerir vel í að kasta sér á. Amelia ítar hún yfir og kemur Amelia fyrir gestina og dæmt svo seiling á KA-liði. Jæja. Seiling á KA og Þróttur því komið í 17-13. Þeir verða mikilvægt að ná að stoppa þetta run gestana. Valdís með móttökuna sem að Amelia þarf að sækja. Helena með fína bolta og svo með hörku bolti þarna frá Maríu Jimenez á miðjunni. Og Þróttur Fjarðabyggð er komið 5 stigum yfir hér. Það eru 7 stigum frá því að klára þriðju hrinuna og minnka það munin í 2-1. Nú þarf KA-liðið að svara. Já, flott móttaka hjá Valdísi. Svo kemur Nera Mateljan, boltinn deyr þarna af hárunni og þetta er gólfið. Nera með sitt 7. stig í leiknum, 5. smassiðinnar og svo er hún búin að eina laumu líka. 18-14. Og KA er ennþá inn í þessu. Það var mikilvægt stig. Helena Kristín, hennar bolta og það bjargaði þessu. Já, erfitt fyrir Amelia, hún gerir virkilega vel í að halda þessi bolta í leik hérna. Boltinn svo þægilega yfir. Amelia velur Hrafnhildi, Hrafnhildur setur hann í netið. Og staðan 14-19 núna. Þróttur nálgast stigið 25 sem er svo mikilvægt í leiknum sem við þekkjum. Pála Ruiz með bolta, flott móttaka hjá Valdísi. Heiða með hörkusmas, það verðast þessu vel. Amelia með bolta sem að Helena nær ekki að verjast nægilega vel og Amelia komið með 9 stig. Amelia Rún Jónsdóttir eiga frábæran leik. Og aftur tekur Mateo leikli fyrir KA. 20-14 hér í þriðju hrinu. Og skyndilega eru gestirnir að austan í bílstjórasætinu. Langmesti munur sem hefur verið á liðunum þarf að segja Þrótti í vel í leiknum. Spurning hvað Mateo gerir til að bregðast við. Sé allavega enga breytingu.
Áfram með smjörið, kemur þessi bolti hérna sem að Heiða tekur á móti. Amelía upp á Neru, nei fyrirgefðu á Helenu. Helena, boltin dettur á netið þarna og sem kemur Amelía hinum megin. Og Heiða gerir frábærlega hérna boltinn af Heiðbrá upp í loft. Já, þetta gerði Heiða Elísabet frábærlega, lifir boltan að krafti hérna. Og kraftur það mikill að þegar Heiðbrá ætlaði að verðast þessum, þá fór boltinn allalega upp í loft. 20-15, þetta ekki búið. Hrafnhildur Ásta á miðjunni, Lovísa komin fram núna. Og fín vörn hjá Neru, gefur boltinn á Heiðu. Heiða laumar og þar, nei, ég ætlaði að segja að hafa náð þessu, en boltinn dettur í gólfið. Frábær lauma hjá Heiðu. Hún er komið 9 stig. Gefur systur sinni lítið eftir. Það eru stigastur að káa Helena með 14 stig, Heiða með 9. Staðan 20-16. Hrafnhildur Ásta fyrir káa. Kemur hér. Flottur bolti og hann dettur í gólfið. Hjá Hrafnhildur Ástu. 3. stigið hennar og 2 af þessum stigum eru Ásar og staðan skyndir orðið 20-17, 3 stig í röð að káa. Þá tekur Miguel Ángel Ramos Melero fyrsta leikliða gestana í leiknum, í hreininum mitt ég. Sjáum hérna káa komið 13 Ása, Þróttur Fjarðabyggð 6. Þetta er, það munar þetta, káa-liðið er að pressa mikið úr uppgjöfum. Og finnst ég búinn að fá 13 Ása og svo er nú líka ansi mikið af þessu, sem að gestirnir eru bara í bölvuðum vandræðum með að ná að koma boltanum í sókn. En áfram með smjörið, Hrafnhildur Ásta með hörku bolta og það senda hann yfir. Amelía tilbaka á Neru, Nera laumar en það eru mættar undir, vel gert og erfið bolti þarna. Heiða verst vel, boltin á Neru aftur, Nera setur eins og í netið og Þróttur fær þarna mikilvægt stig, 21-17. Þá er fyrirliðin Amelía Rún komin í uppgjöfastöðuna hjá gestunum. Hvað gerir hún hér? Amelía, langa bolta, Valdís tekur vel á móti, frábæla móti rauninni. Og Nera svo blokkuð. Og var þetta ekki María Jiménez sem að tók hérna síðast að 2 dýrmæð stig í röð hjá Þrótti núna, 22-17. Þar eru komnar ansi nálægt þessu. Amelía áfram í uppgjöfinni, kemur hér og hún er að sækja Ás aftur, er að þjarma vel að Helenu og þetta er 10. stig hjá Amelía Rún, komið 3 Ása, 3 af þessum 7 Ásum sem að Þróttur er með koma frá Amelíu og Þróttur núna 23-17 yfir 3 stig í röð og þetta er að fara langliðana með þetta. Kemur Amelía, hörkubolti, hann er aftur ómikil harka í þessu og hann fer út. Káa lifir enn. Og þá kemur 2 skipting á káa-liðinu. Nera og Amelía út, Jóna Margrét og Annika Snædís inn. Jæja, Jóna Margrét Arnarsdóttir, líka akkurat svo leikmaður sem að Þróttur myndi ekki vilja að vera í uppgjöfastöðunni núna. Kemur Jóna, fastur bolti en ég ætla að segja frábær móttaka, en boltinn fer aðeins lengra heldur með síndist upphafi og endar í spírunni, antennunni og Jóna Margrét því að sækja sinn 7. Ás.
23-19 Þróttur. Jóna þarf að gera meira hins vegar ef við ætlum að koma okkur aftur inn í þetta. Jóna, Margrét af stað hérna, hörkubolti, úr þess að móttaka mjög góð. Lauma frá miðjunni og já, stelpurnar ná að koma hún yfir. Sénsinn á gesturinn núna, kemur Heiðbrá með boltan af hávörðinni, vel gert hjá Helenu og svo kemur Heiða með hennar bolta og Heiðbrá í kjölfarið með hennar bolta sem að Valdís ver frábærlega. Jóna svo á Heiðu, Heiða af hávörðinni og frábær vörn, kemur Heiðbrá, laumar, Jóna eins og mætti undir fyrir löngu síðan, kemur Heiða, og þessi bolti dettur svo undan í gólfið. Já, Heiða Elísabet Gunnarsdóttir með flottan bolta þarna, 20. stig KA í þriðju hrinnu, 23-20 núna, 3 stig rauða KA. Og Jóna, Margrét áfram í uppgjafastöðinni. Það er svo miklu meira að segja að verjast þessum frábæru uppgjöf frá henni. Þetta gerir eins og Amelía mjög vel. Og, Jóna upp á Lovísu, frábært uppspil á miðjuna og Lovísa þrumar sig í gólfið, 23-21, 4 stig rauð hjá KA. Og þá tekur Miguel Ángel Ramos leikhlé fyrir Þrótt. Sjáu hvað þetta er fljótt að gerast, 23-17 rétt á hann. Og nú eru leikhléin öll búinn og þurfa þjálfararnir einfaldlega að treysta á að leikmennir nái að klára sitt. 23-21, KA liðir að koma sér aftur inn í þetta. Það yrði gríðarlega svekkjandi fyrir gestina að ná ekki að klára þessa hrinnu, en við vitum náttúrulega að KA lið gefst aldrei upp, þvílíkur karakter í þessum stelpum. Og eins og ég sagði, eftir að hafa unnið þessa 20 leiki í röð, töpuðu þarna á Aftureldingu í vikunni og alveg klárt mál að stelpurnar ætla sér öll 3 stigin í dag, svara fyrir tapið gegn Aftureldingu. En Þróttur Fjarðabyggð heldur betur að gefa okkur flottan leik. Jóna með hennar bolta, fín móttaka og lauma hérna, já. Það ná að verðast þessu. Vel gert hjá Anniku, kasta sér undir hennar bolta. Og þægilegur bolti yfir, nú er lag, Jóna á Heiðu, Heiða blokkuð, boltinn aftur KA-megin, boltinn er upp á Heiðu, Heiða laumar og skorar, frábær laumar Heiðu. Heiða Elísabet er að minnka til 23-22, 11. stigið hjá henni. 7 smöss, 1 ás, 2 laumur, 1 blokk, það er vel gert hjá henni, hún er að dreifa sig vel. Jóna Margrét áfram hér að þjarma að gestunum. Fastur bolti skoppar á netinu, en það verðast þessu. Og smá mislíkur hérna og aftur er þá KA-liðið í séns. Kemur Heiða, Heiða laumar frábærlega. Og það var þessi engins lesana bolta og Heiða er að jafna í 23, 6 stig í röð hjá KA. Já, hér. Þvílíkt svar hjá KA-liðinu og Jóna Margrét Arnarsdóttir heldur því áfram í uppgjöfinni. KA búið að jafna þetta. Hörkubolti, en er móttakan fín. Heiðbrá á kantinum blokkuð og þær er að verðast þessu. Heiðbrá aftur, Heiðbrá setur hann langan. Helena mætt undir, kemur Heiða með hörkubolta og hún hættir ekki að skora. Heiða Elísabet, 13 stig. Hún bara skora lungan af þessum 7 stigum sem KA skora hann í röð núna og KA er skyndilega 24-23 yfir hér í þriðju hrinnu og geta klárað þetta, ótrúlega satt. Jóna Margrét búin að vera gjörsamlega frábær, kemur hér með hennar bolta og móttakan er góð, hörkubolta á miðjunni, hárinn í lagi. Og Heiðbrá, en sjáu þið Valdísi, gerir þetta frábærlega. Og Helena, hún er blokkuð og þessi bolti dettur hérna við netið. Og það er ná að knýja fram uppækkununa. María Jiménez með blokkina þarna.
Mikilvæg blokk fyrir Þrótt Fjarðabyggð því að þarna fá þær upphækkun og líka ná þær að losa Jónu úr uppgjafarstöðunni. Og María Jiménez fyrir Þrótt Fjarðabyggð hér. Jóna upp á Heiðu, Heiða með hennar bolta og þessi bolti er komin yfir en það setja hann út. Þetta er svekkjandi fyrir gestina. Gerðu virkilega vel í að ná að halda boltanum á lífi en setja hann út á endanum og aftur er Káa í séns á að klára þessa þriðju hrinu þar með leikinn. Heiða Elisabeth fyrir Káa. Kemur hér með þennan bolta og Heiðbrá nær að verðast þessu og sénsinn Káa megin. Jóna á Helenu. Helena, það verðast þessu, vel gert. Senda hann yfir og þessi bolti dettur í gólfið og aftur förum við upphækkun. Aftur förum við í upphækkun, 25-25. Og þá er það Hrefna Ágústa sem fer í uppgjafstöðuna fyrir Þrótt. Kemur Hrefna hér, langan bolta og hann er út, já. Heiða með þetta alveg í teskeið, lætur hann fara. Þá á bæði lið klikka 12 uppgjöfum. 26-25 fyrir Káa og Lovísa Rut fyrir Káa. Hvað gerir Lovísa hér? Lovísa Rut kemur á stað með langan bolta, hann er út. Aftur förum við upphækkun, 26 núna. Já, 13 uppgjafir farið fórkurinn á Káa, 12 hjá Þrótti. Þá er komin að Heiðbrá Björgvinsdóttur. Hvað gerir Heiðbrá hér? Og hún er að segja ás. Já, Helena er ekki að stýra þessu og vel gert hjá Heiðbrá. Annar ásinn af henni, komið 5 stig í leiknum. Og Þróttur núna í séns á að klára, 27-26. Heiðbrá með hennar bolta og Helena setur hann á Jónu og Helena kemur svo í kjölfarið og þessi bolti er röngum við antennu sem þýðir það að Þróttur tekur þriðju hrinu, 28-26 og við erum því að fara í fjórðu hrinu, 2-1 núna staðan. Já, vel getur Þrótti að koma tilbaka. Káa var 23-17 undir, kom svo 24-23 yfir en Þróttur náðu endanum að klára þessa hrinu og er því enn í séns á að fá eitthvað út úr leiknum. Þá þurfa þær að vinna næstu hrinu líka. En sjáum hérna hörkur hrina baki og fórum hann í nokkrar upphækkanir. Já, kíkjum svo á tölfræðina. Helena Kristín Gunnarsdóttir stigast hjá Káa með 14 stig. Systirinnar Heiða átti ótrúlega rönn áðan og eru komin í 13 stig. Nera og Jóna báð með 6 stig, Gía með 5, Hrafnhildur Ásta, Lovísa Rut báð með 3, Amelía Ýr með 2 og Lilja Ruti með 1 stig. Hjá gestunum er Amelía Rún Jónsdóttir með 10 stig, Pála Miguel de Blas 7, María Jiménez Gallego 6, Heiðbrá Björgvinsdóttir 5, Pála Ruiz Soria 2, ásamt Hrefnu Ágústu, Helena Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ásdís báða með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina hér í þriðju hrinu, 26-28 sigur Þróttar Fjarðabyggðar. Káa áfram með fleiri stig úr smössum, 10-6. Káa með 5 ása en gestirnir með 4. Bæði lið með 3 laumur. Káa eins og var með enga blokk, 2 blokkir hjá gestunum. Og svo sjáum við hérna sem að skar á milli. 8 mistök hjá Þrótti Fjarðabyggð gegn 13 hjá Káa. Þar eru 6 misjöfnar uppgjafir. Það kostaði á endanum þessa hrinu og áfram því stál í stál hér í Káa-milinu, 2-1 núna. Þróttur vel á lífi
En það smá tími byrjum aftur, þannig við sjáum kannski bara aðeins tölfræðina samtals í leiknum. Sjáum það að sóknarleikurinn KA hefði verið mjög öflugur. Varnarleikurinn hjá Þrótti Fjarðabyggð hins vegar eins og svo oft áður til fyrirmyndar. Og það er eitthvað sem maður er búinn að læra í blakkheiminum. Það var það að þú þarft að sækja af gríðarlegum krafti og hafa fyrir stigunniðurum á móti Þrótti Fjarðabyggð. Gríðarlega góðar í vörn og móttöku. En jæja, það var alltaf að vera klárt hér fyrir fjórðu hrynu. Minnum á að það er handboltaleikur hjá KA núna í Mosfellsbænum. Afturhalding KA, það er að komin hálfleikur, Afturhalding leiðir 15-12. Sá leikur í beinni á Stöð 2 Sport. Þannig að þið sem er búið svo vel að vera með fleiri en eitt skjá, til að reyna að fylgjast með báðum leikjum. En hvað það? Hér er blakkið að hefjast á ný. Hrafnhildur Ásta hefur leik fyrir KA. Hrafnhildur með þennan bolta sem að verjast vel. Hörkubolta miðunni, Nera missi vörnina yfir og hún gerir virkilega vel. Hún María Jiménez klárar hennar bolta. Kemur Þrótti í 1-0 hér í fjórðu hrynu. Hennar 7. stig. Fer svo niður í uppgjafarstöðuna. Og þannig á að björgarstelpunar gera það endanum vel. Og þessi bolti af Hávardan út. Jóna á Heiðu. Heiða bombar þessi gólfið. Sú er komin í gírinn maður. Heiða Elísabet kom með 14 stig, rétt eins og systirinnar. Þá er Jóna Margrét fyrir KA. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Hörkubolti, frábær móttaka, reyna að lauma, Jónar sem mætti undir. Valdís tilbaka á Heiðu. Heiða með hörkubolta, verðast þessu vel. Kemur Heiðbrá blokkuð. Boltinn áfram hjá gestunum. Kemur Heiðbrá aftur þessir krefjendir, hún setur bara yfir. Og svo frábær hávörð. Frábær hávörð af Pálu Mikkeldi Blas. Og Þróttur 3-1 yfir hér í fjórðu hrynu. Pála Mikkeldi Blas kom í 9 stig. Og er núna stíu eftir Amelíu Rún í stigaskorun hjá Þrótti Fjarðabyggð. Valdís enn og aftur frábæra móttöku. Svo kemur hörkuboltur á Lovísu. Nær að slá hann rétt í hárinu á Lovísa Rut með hörkusmas. Heiða þá í uppgjafarstöðu. Hörkubolti, frábær móttaka og Heiða verst þessu vel. Kemur systirinnar Helena með bolta og það er enda þessi bolti. Herðu nú mig! Þessi bolti var furðulegur. Einhvern veginn missir hún Nera bara af þessu bolta og mætt í stöðuna en hitt hann ekki. Og Þróttur farin á 4. stigi sitt, 4-2. Og Heiðbrá Björgvinsdóttir fyrir Þrótt. Bolti á
Jóna sækir hann, kemur á Neru, Nera, þetta var alveg varnarleikur hjá Heiðbrá. Kemur svo Jóna tilbaka á Neru, Nera með neglu, en Heiðbrá að verðast vel. Frábær lauma, KA-liðið missir boltann sem var yfir. Og Amelía reynir að lauma, KA-liðið verst þessu, kemur Nera með að telja hann. Sendir hann aftarlega, það verðast þessu eins og vel. Frábært rally núna. Og svo kemur Amelía með slagan bolta, setur hann langt út. Og það helst í 1 til 2 stigum hér í upphafi. Þrótti vil. Jæja, Lovísa. Fyrir KA. Flottur bolti og það er ná að verða þessu frábælega gert hjá Þrótturum. Og boltinn hér upp á Helenu. Helena ítir honum en vel staðsettar. Og Helena nær að íta honum upp. Kemur svo Heiðar aftur línu. Út, setur hann út. Og staða núna 5-3 fyrir Þrótt. Skiptist á að skora núna. Já, Heiðbrá á 11. stundu lét hann fara sem var hárrétt í boltinn, var alveg svolítið út. En Pála Miguel de Blas í uppgjafstöðuna fyrir gestina. Þróttur Fjarðabyggð gíta alltaf hressilega frá sér núna, tóku síðustu hrinu, eru leiða hér í 4. Heiðan er ekki að stýra þessu og þetta er ás hjá Pálu Miguel de Blas. Ás nummer 2 hjá henni, hún er komið 10 stig í heldina. Og Þróttur leiðir núna 6-3. Þessi bolti, Jóna sækir hann aftur og lauma frá Neru. Það er eins og það eru búin að lesa þetta vel. Heiða. Jóna Hrafnhildur Ástu, Hrafnhildur Ásta, vá! Hún sló hennar bolta ansi ofarlega. En smell hittir hann, sendir hann raklis í gólfið, frábælega gert. Hrafnhildur Ásta, 4 stig hjá henni. Nera Mateljan í uppgjöfinu fyrir KA, 4-6 staðan fyrir Þrótt. Þessi boltinn sem var í neti frá Neru og Þróttur fær því stigið. Þessi bolt er inni. Og þetta er því ás hjá Pálu Ruiz Soria. Fyrsti ásinn hennar. Og hann er búinn að gera 2 laumur hingað til. Þróttur Fjarðabyggð leiðir 8-4 hér í upphafi 4. hrinu. Kemur Helena Kristín, bombar þessi bolta, bombar hann út. Engin snerting. Og staðan orðin 9-4 fyrir Þrótt og Matteo tekur leikli. Ekki alveg byrjunin sem að KA-liðið ætla sér. En gestin er einfallega búin að finna fína leið í gegnum KA-liðið. Unnu síðustu hrinu og byrja krafti hér í 4. hrinu. Helena Kristín og Heiða Elisabeth stigastar hjá KA með 14 stig. Amelía og Pála stigastar hjá gesturum með 10. Sem KA með 56 sóknarstig gegn 39. Jæja, Pála Ruiz, hvað gerir hún hér? Þessi bolti á Heiðu og kemur svo Helena blokkuð og Nera, nei!
Jóna nær ekki að bregðast við boltan frá neðru í kjálfari og Þróttur, Fjarðabyggð, 4 stig í röð, 6 stigum yfir núna. Eru þær að fara að knýja fram Oddahrinu, þá var Oddahrinu hjá Köllunum á föstudaginn. Skildi svo engan undra að það myndi gerast líka hér á konunum. Kemur Heiða með hörkubolta, fín vörn að vanda hjá gestunum, en þessi bolti er ekki alveg nægilega góður, sem verið í netið. Og Káa fær því stigið 10-5. Jæja, Helena fyrirgefi, Helena Kristín Gunnarsdóttir fyrir Káa. Kemur með bolta og Heið bara með flotta móttöku. Og svo kemur þessi bolti algjörlega út í horn. Og María Jimenez með sitt 8. stig. Það gerir hún mjög vel. Amelia Rún fyrir gestina, nú þurfum við að fara að ná að stoppa þær. Jóna á Heiðu, Heiða blokkuð út, Heiða sækir hafið sitt 15. stig. Og þar af eru 10 úr smössum. Já, mjög flottan leik, þar af 3 laumur, 1 blokk og 1 ás hjá Heiðu. Stigast á vellinu núna Hrafnhildur Ásta. Bolta flott móttaka að vanda, kemur Heiðbrá, en Heiða er mætt og kemur lauma frá Jónu, það verðast þessu vel. Kemur frábær háhorn hjá Heiðu, boltinn inn í leik, Heiðbrá hinum megin, þetta er í netið, það var engin háhorn, það var net. Jæja. Þessi bolti var það neðarlega, hann fór aldrei í háhornina. Káa fær stigið. Hrafnhildur Ásta með hennar bolta og flott móttaka. Komið með lúmska bolta yfir, kemur Heiða, laumar og skorar. Hún er að skora eins og enginn sem morgundagurinn. 16. stigið hjá henni, 4. lauman. Gekk hann það í raðir Káa frá Þrótti Fjarðabyggð fyrir þetta tímabil. Og virðist kunna ágætlega á varnarleik Þróttara. En svo kemur þessi bolti frá Hrafnhildi Ástu í netið. Losar aðeins pressuna þarna frá gestina. Og nú er Káa að klikka aftur svolítið að uppgjöf, 15 á móti 12. María Jimenez þarf að bíða eitthvað. Eitthvað er að fara yfir málin á rittaraborðinu. Við bíðum bara róleg. Jæja, á er allt klárt. María Jimenez fyrir Þrótt Fjarðabyggð. fyrir gestina hér. María kemur inn að bolta sem að Helena tekur á móti, missar aftur í sig og það er Valdís klár. Við erum að senda henni yfir gestinum í sénsinum og þetta er vel klárað hjá Pálu Miguel de Blas. Það er 11. stigahest hjá gestunum og 5 stiga munur. Já. Þessi bolti eins og var út frá Maríu og Káa. 4 stig undir núna. Þegar kemur að uppgjafarmeistaranum Jóna Margrét Arnarsdóttir. Það er ekki að hún gefur svona oft upp. Það er frekar að
að uppgjöfðan hjá henni eru algjörlega magnaðar. Hér kemur hún. Ég ætti kannski að tala aðeins meira upp. Þessi bolti niðarlega í netið og Þróttur fær því stigið. Ingibjörg Ásdís fyrir gestina. Jóna á Heiðu. Heiða heldur áfram að raða inn stigunum. Algjörlega mögnuð hér í dag. 17 stig hjá henni. Og fer svo sjálf í uppgjafstöðuna. Jæja, Heiða. Fýtt bolti og þær missa hann svolítið langt en það náðu ekki að gera sér matur úr þessu. Pála Mikkeldeblað setur hann í netið og K.A. fær því 11. stigið sitt. 11-14. Það þokast nær. Heiða. Elisabeth heldur áfram í uppgjöfinni. Hvað gerir hún hér? Hvað gerir hún hér? Hörkubolti og meira en bara hörkubolti. Hún er að skora. Ás. Vel gert hjá Heiðu. 14-12 núna. 18 stig hjá henni og hennar annar Ás. Og þá tekur hann Miguel Angel Ramos leikhlé fyrir gestina. 3 stig rauða K.A. og K.A. búið að minnka til 2 stig. En þá nóg eftir að þessari 4. hreinu. Jæja, leiklið búið, sjáum hvað hverju því breytir. Og það kom boltanum endanum vel yfir Jóna hins vegar á Helenu. Helena blokkuð. Heiða tekur þetta, bolti svo á Neru. Nera maður að telja hann. Hörkubolti út. Engin snerting, þessi bolti frá Neru einfallega út. Og svo klikkar uppgjörn frá Heiðbrá. Jæja, aftur 2 stiga munur, 15-13 núna. Kemur Lovísa með hennar bolta og Heiðbrá með flotta móttöku, boltin á miðjuna og þarna, frábær björgun á Lovísu og boltin í leik. Kemur Amelía Laumar, Nera eins og með hennar bolta í teskeið. Kemur Helena og hún er blokkuð, Pála Mikkeldeblað með blokkuna. En þessi björgun hjá Lovísu var frábær, pönnukökka par excellence hjá henni. 13-16 núna. Gestirnir að austan ætla sér í oddahreinu. Þessi bolti á Helenu og Heiða setur hann svo flottan yfir og móttakan ekki alveg nægilega góð eða vörnin hjá þeim og missa boltan yfir og hérna er hún Hrafnhildur Ásta fljóta að refsa hennar 5. stig í dag, minnkar í 14-16. Og þá gerum við breytingu Nera út og í hennar stað kemur Annika Snædís Gautadóttir.
Annika, ég segi, að vera flott. Vantar henni bara að fá stigið. Það kemur, það hlýtur að koma. Æ, setur hann í netið. Og þá er skipting aftur. Nera inn fyrir Anniku. Æjá. Áfram Gakk. 17-14 fyrir Þrótt Fjarðabyggð. Þessi bolti á Heiðu og svo á, já. Sjáu þið Klók, nei. Ég ætla að segja, sjáu þið Klókitinn í helinu, hann á hann að kýla hann í Hávartana út. Dómarinn hins vegar mataði ekki til að byrja með, en eftir að ræða við línuvörðinn er hann dæmdur touch og ég held að sé hárrétt. Oft erfitt fyrir dómarann þegar út algjörlega ofan í þessu. Og já, hann fær jáið frá aðstoðardómaranum. Þannig að þetta er held ég allt hárrétt. 15-17 núna. Helena og fín móttaka Heiðbrá. Boltinn á miðjuna og gott stig hjá gestunum María Jimenez. Þetta er að halda sér 2-3 stigum núna. Þá kemur Amelía Rún fyrir gestina. Hún er með 3 ása til þessa. Flestir ásar hjá gestunum. Það er hann að bæta við núna. Það kemur fastuboltur á henni. Frábær móttaka hjá Valdísi að Vanda. Hann missaði boltan yfir og Hrafnhildur Ásta refsar á 0-1. Vel gert Hrafnhildur, hennar 7. stig. Svekkjandi, flottu varnarleikur hjá Þrótti en missa boltan hann yfir og Hrafnhildur Ásta lúrir hann við netið. Og þá er komið af Amelíu Ýr Sigurðardóttur komin inn á og hún er með 1 ás í kvöld. Það var ásinn sem kláraði fyrstur hinnu. Hvað gerur hún hér? Amelía Ýr með flottan bolta og þar missa móttökuna yfir. En það var verðast svo í kjölfarið. Jóna á Heiðu. Heiða bombar, Hávardin ver og Amelía upp á Heiðu. Heiða með hennar bolta, náðu verðast þessu. Heiðbrá á hinum megin af Hávardinni og Helena. Og svo í kjölfarið kemur Heiða af Hávardinni. Frábær varnarleikur báðum megin núna. Heiðbrá á hinum megin, kemur með lúmska bolta. Helena verðst þessu, kemur Heiða hinum megin og frábær vörn hjá Amelíu. Svo kemur Heiðbrá, blokkuð, verðst sjálf svo í kjölfarið. Hvar endar þessi bolti? Jóna á Heiðu. Heiða engin, það sé ein í Hávardinni og það er hættulegu leikur og Heiða Elisabeth skorar sitt 19. stig. Minnkar til 1 stig. Já. Bara ófá rallyin hér í kvöld sem hafa bara engan enda ætlað að taka. Og Amelía aftur í uppgjöfinni. Káa reynir að jafna núna. Frábær bolti hjá Amelíu Ýr Sigurðardóttur. Fagnar þessu gríðarlega vel, eðlilega. 18-18. 3. stiginn annar ásinn. Hitt var blokk. Og Amelía búin að jafna mitt inn í 18-18. Og heldur hér áfram. Amelía Ýr, hörkubolti, frábær vörn eins og núna, það er móttaka. Kemur Jóna upp á Heiðu. Heiða bombar þessu, frábær vörn og hvar endar þessi bolti? Já, komin yfir, Nera á Jónu, Jóna á Heiðu. Heiða setur hann út, hún setur hann út. Að koma að því að klikkaði boltur á Heiðu. Búin að vera á slæmur íslensku á eldi. En Þróttur er að hanga á fórustunni. 18-19 núna. Smá breyting á Káa-liðinu. Amelía út.
Hrafnir Ásta inn og svo fer hún út fyrir Valdísi. María Jimenez fyrir gestina. Þennan bolta sem að Valdís ekki inn á vandræði með. Boltinn upp á Heiðu. Heiða bombar þessu og að skora. Já. Hún var strax að svara fyrir boltan á hann og hann að 20. stig. Hún að skora þessi stelpa. Jafnar í 19-19. Þá komið að Jónu Margréti. Ansi gott að voru með Amelíu uppgjöfin áðan. Hún komið að Jónu. Það sem að pressa svakalega en Heiðbrá verst þessu vel. Amelía blokku, frábær blokk hjá Lovísu. Og Káa komið í 20-19. Frábær blokk hjá Lovísu. Fyrsta blokk í dag fyrirgefi. 7. blokkinn á Káa. 6-5 blokkum fyrir Káa. Og Jóna heldur því áfram í uppgjafarstöðunni. Hér kemur Jóna. Þetta er stutta og það ná að verjast á endanum en séns fyrir Káa. Kemur Heiða, bombar þessu. Boltinn enn í leik. Smá hreyfingar netinu þarna en allt löglegt reynilega. Og flottu boltar á Lovísu en frábær vörn að vanda. Heiðbrá með hennar bolta út. Og Káa komið í 21-19 þegar að gesturinn taka leikli. Spurning hvað Miguel Ángel Ramos hefur að segja. Þetta að snúast Káa í vil en við höfum séð það margótt í blækinu og jafnvel verið bara í dag. Þetta aldrei búið fyrir að það búið. Þróttur Fjarðabyggð 23-17 yfir í þriðju hreinu. Þá skoraði Káa 7 stig í röð, komst í 24-23. En enga síður vann Þróttur þá hreinu. Þannig að sjáum það að nóg eftir hér í fjórðu hreinu. Heiða með ótrúlega leik á Káa, 20 stig, systirinn með 14. Aðrar minna, Hrafnhildur Nera og Jóna með 6 stig. Og gesturinn Pála Miguel de Blas með 12 stig, Amelía Rún með 10, María Jimenez með 9, Heiðbrá 5, Pála Ruiz 3. Jæja. Káa þarf að vinna þessa hreinu til þess að fá öll 3 stigin hér í dag. Þróttur þarf að vinna hreinu til að fá 8 hreinu. Hérna allt. Stál í stál. Jóna Margrét setur hann í netið. Hún setur hann í netið. 21-20. Þá komið að inn í Ingibjörgu Ásdísi. Káa klikkað á 18 uppgjöfum í leiknum. Gestirnir 14. Kemur Ingibjörg með hennar bolta. Hann langur, hann allt of langur og Káa færða dýrmætt stig. 22-20 núna. Já. Og Heiða komin í afturlínuna til með hennar bolta. Hann út. Þriðja uppgjöfin í röð sem klikkar. 22-21. Ber þess svolítið merki að þessi komin hiti í húsið og þessi spenna í loftinu. Nær Heiðbrá að koma boltanum í leik. Heiðbrá með hennar bolta. Og kemur Nera að telja, og þessi bolti gríðarlega svekkjandi fyrir gestina. Það hetjuleg barátta en hann skrúfast upp í loft og Káa því 23-21 yfir núna. Hetjuleg barátta en boltinn upp í loftið og Káa fær því stigið. Lovísa Rut fyrir Káa. Náum við koma boltum í leik. Kemur Lovísa. Nei, þessi allt of langur. 23-22. Uppgjöf sem klikkar að Káa. Þessi ekki hvað, þrjár í röð núna sem hafa misfærist hjá okkur. Og kemur Pála Miguel de Blas fyrir gestina. Þessi uppgjöf beint á Helinu. Helina kemur vel á móti. Boltinn á Hrafnhildi Ástu.
Bratt uppspil á miðjuna á Hrafnhildi og Hrafnhildi skorar sitt 7. stig, 24-22. Káa stigi frá því að klára þetta. Þá Nera Mateljan í uppgjöfinni. Nú viljum við þess bara fá boltan í leik. Við erum að klúðra ómörgum uppgjöfun núna. Nera, já. Góður bolti frá henni og senda boltan yfir. Nú séns til að klára þetta. Helena blokkuð og Þróttur á lífi. Lífi Þróttur. – 24-23. Þá Pála Ruiz komin uppgjöfina og Matteo tekur leikli. Veit það að ef þetta klikkar hjá henni uppgjöfin þá leikurinn fyrir að búinn hjá Káa búið að vinna og fær öll 3 stigin og reynir að setja auka pressu á Anna Maríu. Já, þetta heldur betur búið að vera spennandi leikur, sérstaklega í þessum hrinum 3 og 4. Ég fannst Káa svona skrefi framar í þessum 2 hrinunum. En Þróttur heldur betur búið að svara vel fyrir sig. Þá komið að Maríu að spreyta sig. Má ekki klikka uppgjöfinni. Þetta Katalín ef hún tekur of þægilega uppgjöf þá Káa séns á að sækja hratt. Jóna á Helenu. Helena bombar og klárar hennar leik. Helena Kristín Gunnarsdóttir neglir sig í gólfið og Káa vinnur 25-23. Leikið þar með 3-1 og fær öll 3 stigin. En það þurfti nú heldur betur hafa fyrir þessu hetjuleg baráttu hjá gestunum að austan. En á endanum fara tómhendar heim. 2 frábæri blakleikir helgina á milli Káa og Þróttar Fjarðabyggðar. Karlarnir í Odda-hrinu á föstudaginn sem Káa vann 3-2. Stelpurnar hefðu alveg hæglega getað farið í Odda-hrinu líka. Káa vinnur með minnsta mun hér í 4. hrinu og vinnur leikinn það með 3-1. Sjáum Þróttur Fjarðabyggð byrjaði þessa 4. hrinu betur en Káa nær að stela þessu undir restina. Kíkjum svo á tölfræðina. Frábær sigur af stelpunum og komnar aftur á sigurbraut eftir tapið gegn Aftureldingu. Heiða Elísabet Gunnarsdóttir, þvílíkur leikur í henni, 20 stig. Helena Kristín systrina svo með 15 stig og þar með að stígi sem kláraði þetta. Hrafnhildur Ásta með 7 ásamt Nera Mateljan. Jóna Margrét með 6 stig, Gíja Guðnadóttir 5 ásamt Lovísu Rut. Amelía Ýr með 3 og Lilja Rut með 1 stig hjá gestunum. Þar Pála Miguel de Blas stigast með 12 stig, Amelía Rún með 10, María Jiménez með 9, Heiðbrá með 5, Pála Ruiz Soria með 3, Hrefna Ágústa með 2, svo Helena Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ásdís báðar með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í 5. hrinu. Nei, 4. hrinu fyrirgeði, það var ekki eftir hérna. 25-23 minnsti munur sem gat verið. Sigur hjá Káa. 10 smastig og Káa getna aðeins 3. Sjáum bara einfallega það rosalega ólík spilamennska hjá liðinum. Káa liðið spilar hörku sóknarleik. Þróttur Fjarðabyggð með svakalega varnarleik. Káa með 2 Ása gegn 2, 2 laumur á Káa gegn 2 laumum hjá Þróttur Fjarðabyggð. 2 blokkir hjá báðum liðum líka. En Káa liðið gerir 14 mistök sem gefur gestunum stig. Þar af 7 missettar uppgjafir. 9 hjá Þróttur Fjarðabyggð og þar af 3 missettar uppgjafir. Rétt í restina kíkjum við á leikinn í heilsinni. 25-19, 25-14 sigrar Káa í þessum 2 hrinunum. Þróttur Fjarðabyggð sótti svo mikilvægan 26-28 sigur í 3. hrinu en Káa náði að klára þetta í 4. hrinu 25-23. 40 smastig og Káa gegn aðeins 18. 16 Ásar og Káa gegn 10, 8 laumur og Káa gegn 10 og Káa með 6 blokkir gegn 5 og Káa fær 34 stig eftir mistök hjá Þrótti Fjarðabyggð en Þróttur fær 41 stig eftir mistök hjá Káa, þar af 20 eftir mistöknar uppgjafir. En já, ég heldur þurfum að setja gott hér í dag, bara magnað blakveislan heldur áfram á Káa TV.
og hérna já, við þökkum bara kærlega fyrir áruð og minnum á að endilega fylgist vel með. Annars heiti ég Ágúst Stefánsson og með mér var Stefán Jóhannsson og við sjáumst fersk í næsta leik. Bless, bless!